Verkefni 1 snýst útfæra bakenda sem birtir gögn fyrir prótótípuvef og félagsvef, en þetta var seinna hópverkefni í veffaröldun 1 árið 2018. Í því verkefni vorum við aðeins að vinna með gögnin á framenda, þar að segja við erum með client-side rendering, en í þessu verkefni ætlum við að birta þau frá bakendanum, með server-side rendering. Það var að fylgja útliti sem gefið í hópverkefni 2, en þar sem að það útlit er allt útfært í sílulausninni. Útlitið er sett hérna, þú séu hérna með grid og án grid. Þá er hægt að nota CSS sem er hér, en til þess það þarf að sækja verkefnið og keyra það sem þarf til þess að breyta sassinu sem er hérna í sílulausninni yfir í CSS, og leyfilegt er að nota það CSS sem CSS fyrir verkefnið. En til þess að sækja þetta verkefni þá þurfum við að fara hérna og klóna repoið, og þá getum við farið hérna og gert förum á desktop, git clone, því að við sækjum allt, förum inn í þetta, keyrum npm install, það sækir allt sem sækja þarf. Klárast á einhverjum tímapunkti vonandi. Og keyrir hérna Node.js, þá er það komið, þannig að þá sjáum við að hér er komin Node Modules mappa sem inniheldur öll þessi module sem við þurfum. Þá getum við keyrt npm run dev. Þá er npm run dev að vísa í npm skipunina sem er hér skilgreind í package.json sem keyrir með concurrently nokkrar aðrar skipanir, en þá opnast hérna verkefnið sem er bilað. Það er bilað út af því að ok, er ekki bilað, þannig komu gögnin. Þannig hérna eru einhverjir fyrirlestrar, ég klikka á fyrirlesturinn, hér er einhver gögn úr þessu JSON skjali sem er gefið bæði í þessu verkefni hérna í lectures.json, og sama skjal er í þessu verkefni hérna sem lectures.json. En það sem við sjáum ef við skoðum þetta hérna, skoðum forsíðuna, er það ef við förum í view source, þá er ekkert hérna nema einhver container fyrir listan af fyrirlestrum og filtra sem ekki þarf að útfæra í verkefni 1. Og við förum inn á fyrirlestur og gerum view source aftur, þá er ekkert annað hérna. Þannig að hér er ekki verið að senda frá bakendanum HTML-ið fyrir gögnum sjálf. Þau eru eingöngu búin til af JavaScript virkni á framendanum. En það er gert með því að ídreiga gegnum lectures.json, og það skjal inniheldur fylki af fyrirlestrum, þar sem hver fyrirlestur er hlutur sem inniheldur upplýsingar, þannig að lesa nánar um það hér. Síðan það tildin að vera á forsíðu fyrirlestrar, en hver fyrirlestur fyrir sig mun síðan svara á /slug, það þarf að útfæra með Express verðjóni með dýnamísku ráti. Það er leyfilegt að skrifa sinn eigin virkni sem að vinnur úr lectures.json skjalinu, en það er líka leyfilegt að nota þá virkni sem er gefin hér, en þá er verið að taka inn þessa gögn úr lectures.json og verið að keyra tilbaka með, verið að ídreifa það, og í hverjum fyrirlestri er fyrirlesturinn fundinn út frá hérna hvaða query-string-breyta er fyrir slug, og þá er keyrt hérna load lecture, síðan render lecture sem er það sem við höfum áhuga á. Render lecture er hérna, það býr til header fyrir lectureinn sem er þá þetta hérna uppi. Það býr til content sem er þá allt efnið hérna.
og það býr til fótinn sem hér. Og þá þetta hérna create content, það sem við höfum áhuga á. Þá create content hérna að taka inn content sem sem þetta hérna objekt sem fylki af objektum sem segja til típuna sem við erum að vinna með. Þannig hérna fyrst einhver YouTube eining, síðan einhver texta eining. Það hérna YouTube eining og einhver texta eining. Og það keyrt búið til einhver konteinerar hérna fyrir það. Og síðan for each eða í gegnum þetta fyrir hverja típu kallað í YouTube hérna og YouTube sótt úr þessum item module og hann hérna og YouTube hér býr til iframe, gefur iframe klassa, setur attribute sem source sem þá slóðin sem kemur hérna inn, setur eitthvað frameborder alveg full screen svo þetta byrstist ágætlega og skila síðan item YouTube iframe, þar sem item annað fall hérna sem segir type og svo hérna höfum við spread argument sem við tökum og sendum í EL-hjálpafallið sem hér. Þannig það nokkrar leið að það rekja sig aðeins í gegnum hann kóð og sjá hvernig hann virkar. Það hægt að nota hann allan og hann virkar svo lengi sem að við höfum einhverja leið til þess að gera aðgengilegt á bakendanum þessar aðferðir hérna sem eru allar notaðar hérna í helpernum sem document create element. Document í þessu hérna konteksti fyrir þann kóða global hlutur sem bakendi hefur ekki. Þetta document kemur frá window hlutnum í vafanum en með því að nota library eins og JSDOM þá getum við útfært window og document á bakenda. Þannig að JSDOM is a pure JavaScript implementation of many web standards, notably what working group DOM and HTML. Þannig að við getum gert svona hér, stótt þetta með require hérna og þá komist í window og document. En þetta þýðir að við munum þá fá einhverja nóðu sem við getum unnið úr og sér í lagi kallað í outer HTML sem að mun skila okkur þá allri nóðinu sem við búið að búa til. Þannig hérna búið að búa til þetta einhverju ekki besta dæmi. Hérna segir þetta eitthvað JSDOM fragment en svo lengi sem við myndum bara segja window.create element þá fáum við tilbaka ykkur hlut og segjum hlutur.outer HTML þá fáum við streng sem HTML-ið sem við gætum þá á bakendanum skrifað út og fer þá yfir til clientsins. En já, þegar það síðan komið þá getum við búið til route með Express og notað EJS template til að útbúa HTML-ið. Þannig að við erum með einhverja virkni hérna sem að býr til hennar streng. Þessum streng pípað áfram í þetta template og þetta template notar einhvern header EJS, footer EJS sem býr til þá hérna síðuna fyrir okkur og sendir hana á klientin. Þannig að þá höfum við hérna þetta í sýnilistunni fyrir verkefni 2 en ef við förum í sýnilistunna fyrir mína og við gerum npm install henni og við gerum npm run dev þá startast hér NodeMon server sem mjög þægilegt þegar þá hver skipti sem ég gerir breytingar þá restarta serverinn ég opna serverinn hérna og þá höfum við þennan mun að nú allt HTML hérna skrifað út fyrir listan sjálfan sem hér
þurfum við ekki að nota JS-DOM, þá getum við nota bara strengjavinnslu í EJS. Við ýtrum í gegnum fylki af fyrirlestrunum, skrifum út H1 myndina og kategóriuna, búum til A-href sem vísar eitthvað og þá vísar það sérlega við sjáum hérna niðri í /html/sagan, en ef við smella það þá verður það hér slóð, ólíkt hér þar sem við erum með eitthvað fyrirlestur /html/sagan, þannig að við fáum í raun fallegri slóð hérna að við verum að ráta þessu sérstaklega sjálf og við fáum hér án þessar griddar sem hérna yfir þessu hérna nákvæmlega sömu gögnum, nema hér client-side renderað og hér server-side renderað. Þannig hér allt efnið inni og þessi sýnulaust hérna notar JS-DOM í sýnulaust. Ekki þarf að útfæra þessa filtera eða það geta klára fyrirlestra.